eyður enga jafn mikið og auðmenn. Við eyðum miklu meiri fjármunum í þá, heldur en nokkurn tímann í öryrkja og nokkurn tímann í kennara. Þetta stærsti hópurinn sem við ákveðum bara að leggja heilt samfélag undir að styðja og auka auðra. Og eina sem við getum gert auðvitað að vera með sterk ríki og skattleggja og alveg, en líka ég hef aldrei skilið akkur það ekki fundnir peningarnir. Ég skil ekki akkur það ekki náð í peningana úr skattaskjólum og akkur þessi menn ekki undir stanslausu eftirliti. Ég hef aldrei skilið það. Af því að þeir eru bara gangsterar og þeir hafa sýnta einn sonurinn sem eignaðist fyrirtæki núna með gjöf í einhverju svona sem vita allir að þetta einhver sýndar veruleiki sem þessi menn búa í. En hann var að rífa kjaft, alveg eins og gangster, alveg eins og bara í Goodfellas myndunum við Már seðlabankastjóra á einhverjum gangi. Ja, þannig fólk gerir þetta. Og það fólki sem við höfum treyst fyrir eiginlega, þú segir, 13% af kvótanum eða eitthvað slíkt. Það fólki sem við höfum treyst fyrir í rauninni fjöregginu og auð þjóðarinnar, því að þaðan fengu þetta. Þannig að ég hef enga trú á þetta við hneykslumst á þessu og núna búið að opna heitu pottana og það að kvarta yfir þessu og einhverju þingmenn þykjast vera að sjokkeraðir, en flestir eru bara úti með kaffibollan og sóladagur bak við Alþingi. Þeir eru með 1,5 milljón, 2 mánuði eða whatever og drullu saman. Já, áður en að við skiptum yfir á þinga, svolítið af því sem að Mikael segir tengist þinginu og ég ætla að spyrja Oddný út í það. En má ég spyrja þig, Hekla, á leiðinni? Það sem að Mikael að lýsa núna svona afstæða sem að maður heyrir bara út allt samfélag, að það bæði þessi gríðarlegi ójöfnuður sem í samfélaginu og svo að það sé eitthvað svona yfirstétt, eitthvað svona rjómi þarna ofan á sem að eiginlega bara kemst upp með hvað sem Er þetta ríkjandi afstæða í samfélaginu, myndirðu telja? Já, ég myndi segja það, en svo þetta líka bara, þetta eru mörg spillingamál sem hafa komið upp á svo stuttum tíma að mér finnst einhvern veginn eins og þjóðin sé bara einhver svona stanslausri uppgjöf gagnvart þessu og það einhvern veginn kemur manni ekkert á óvart lengur. Þetta er bara svona eins og þegar fólk kemur og segir mig, sástu hvað Trump sagði? Ég veit ekki hvað þú getur sagt mér sem mun sjokkara mig sem hann sagði og ég veit ekki hvort að þú getur sjokkara mig heldur með einhverju nýju spillingamáli sem kemur upp. En við erum líka bara, alls kostar ófær að taka á þessu, virðist vera. Þú ert að lýsa svona einhverju svona fallen state, það bara við höfum ekki, það er svo rík vantrú á kerfinu og tækjunum sem við getum notað til að breyta þessu að það bara breytist ekkert. Já, í rauninni. Það er bara það er einhver svona kollektív uppgjöf í gangi, finnst mér. Og já, það allir reiðir kringum mig. Ég líka. Oddný, og þetta ekki af tilefnislausu. Mikael segir eitthvað, það hefur ekkert gert og það auðvitað það frá Kveikþættinum, þá hringdi sjávarútvegsráðherra í Kristján Þór Júlíusson og spurði hvernig hún liði. Það var svona aðgerð stjórnvalda. Síðan fór ráðherrarnir svolítið niður í þing að reyna að hemja stjórnarandstöðuna, býttu við skulum bara láta þetta fara eðlilegan farveg til eðlilegar rannsóknar, við skulum ekki gera eitthvað pólitískt mál úr því í hvaða höndum almannaeigur eru. Og svo það ein auglýsing frá saksóknara þar sem auglýst 4 lausar stöður, ég held að hún hafi fyrst í byrjun mars, löngu eftir þessi þáttur var sýndur og enginn veit hvort þessi búið að ráða í það og eins og sagt that's it. Þetta einu viðbrögð stjórnvalda við þessu reginhyggsli sem að sló þjóðina algjörlega kalda. Ég man alveg eftir þessu daginn eftir þegar maður heitti fólk var algjörlega slegið eins og það hefði alið við brjóst sér eitthvað bara bölvaðan líf. Já, þetta alveg hárrétt. Við vitum ekkert hvar málin standa og það má líka segja að heimsfaraldurinn hann kom svolítið ofan í þetta mál. En væntanlega verið að rannsaka það í kerfinu. En við erum alltaf vakin upp við vondan draum annars slagi og við hneykstumst öll rosalega mikið á því hvernig komið fyrir auðlindinni okkar. Og þetta, við stjórnmálamenn hafa ekki ráðið við að gæta hag þjóðarinnar í sjávarútvegsmálum. Það bara þannig. Og á meðan að við erum að rífast
að þá verður samþjöppun í greininni ótrúlega mikil og auðsöfnun og lágar greiðslur sem að við fáum í ríkissjóðun af þessari dýrmætu auðlind. Það er bara ekki fræðilega möguleiki samt, svo ég skjóti inn í, það er bara ekki fræðilega möguleiki að Samherji hafi farið niður til Afríku og múta þar stjórnmálamann eftir stjórnmálamann eftir stjórnmálamanni og það sé ekki þannig að þingmenn verði að fara að sýna okkur alveg niður þeirra dýpstu reikninga því að hvar eru peningarnir? Glætan að Samherji hafi lært það að múta embættismönnum, að múta stjórnmálamönnum einhvers staðar annars staðar en í sínum viðskiptum. Þegar það vita að Kristján Þór Júlíusson fyrsta símtal hans í forstjóra Samherja til að athuga hvernig hann hafi það. Það er eitthvað þarna og þingmenn þora ekki að segja þetta í pontu, þeir þora ekki að biðja rannsókn. Ég segi, hvar eru peningarnir? Hvar eru múturnar? Það er ekki fræðilega möguleiki. Af hverju ætti, ef maður horfir á kókaínbarana í Kólumbíu, ef maður horfir á kókaínbara í Mexíkó, allir vita, hvert einasta mannsbarn á Íslandi og hver einasti helvita maður og hver einasti þingmaður vita að það eru mútur sem að fara til lögreglu, sem að fara til embættismanna, til að fara til stjórnmálamanna. Síðan fáum við upp á kössunum í Afríku. Þá múta þeir manni og manni og manni. Og það trúa því allir og það vita það allir. Það er ekki fræðilegu möguleiki að íslenski stjórnmálamenn séu ekki on the take frá þessu fólki. Annars myndi þetta ekki ganga svona vel. Ok, Oddný, hvað það má vel vera. Það má ekkert vel vera. Það má vel vera. Þetta er valið punktur og þú ert ekki að rannsaka þetta, þú ert ekki að biðja um þetta, af því að þú ert partur af kerfinu með þína 1,5 milljón, 2 og þetta er þægilegt og allt það og einhvern tímann kemst í ráðherrastól og svo framvegis. Þetta er náttúrulega bara, þetta eru sleggjudómar. Við skulum prófa orðið öðruvísi, að það sé svo djúpt að það verði raunverulega að taka þessu bara mjög alvarlega, það sem að Kveik þáttur sýnd inn í, og það sé ekki hægt að svona humma þetta einhvern veginn fram að sér og eitthvað muni koma í ljós, þetta verður stjórnmálastéttin, af því hún setur það í þetta ljós, ég sagði svipaða hluti eins og Mikael að segja núna strax til þáttinn, að það verður bara að opna bókhaldið á öllum þessum stóru sjávarútvegsfyrirtækjum. Nú eru bara þingmennirnir standið fram með því að þeir eru í samskiptum við fyrirtæki sem hefur verið bert að því að bera mútur í ráðherra og ráðafólk, að nú bara komin einhvern veginn svona annar tónn í þetta, nú verður fólk bara að sýna eitthvað meira til þess að byggja upp traustið. Getur það verið? Já, ég held að það getur vel verið og ég held að það sé líka, það sé svona ástæðan fyrir því að það er ekki nægilega mikið traust á stjórnmálamönnum einmitt getuleysi okkar í að glíma við svona mál eins og Samherjamálið og bara hvernig sjávarútvegurinn bara uppbyggður og hvað að gerast þar. Við höfum auðvitað stjórnskipun og eftirlitsnefnd. Þar er verið að glíma við þessi mál og síðan erum við með okkar héraðssaksóknara og skattrannsóknarstjóra og þessi embætti sem eiga að glíma við þessi mál líka. En ég er alveg sammála því að við megum sannarlega gera betur og þó að ég sé á þingfararkaupi þá er mér ekki sama þessi mál. Og það er annar Kveikþáttur sem hafði mjög mikil áhrif og það var eftirlit Fiskistofu með sjávarauðlindinni og eftir þann þátt þá setti ég saman skýrslubeiðni og bað það að eftirlit Fiskistofu verið tekið út og það yrði kannað eftirlit á sjó og vigtun á hafnavog og endurvigtun og allt það sístum og samþjöppun í greininni. Og sú skýrslubeiðni var samþykkt og Ríkisendurskoðandi skilaði mjög svartri skýrslu öll þessi mál. Það sem hefur gerst síðan að það nefnd að vinna að einhverjum svona breytingum á lögum og ég veit að það mun gerast hægt. En það er þó eitthvað sem að gerist í framhald af því að góðir blaðamenn koma og draga hlutina fram í dagsljósið og sem að gefur okkur eitthvað í þinginu til þess að vinna með og vinna áfram með til þess að breyta þessu kerfi. Þú heyrðu hvað Hekla sagði að bara neitt skandalinn í viðbót og hún verður bara vonlausari, sko. Þannig það er ekki eins og viðbröðin gefi almenningi, ef ég má kalla Heklu almenning. Ég vil bara segja, ég skil þetta bara mjög vel, af því eins og ég sagði áðan, þá er alltaf einhverju atburðir að hreyfa við okkur sem okkur finnst hræðilegir, sem að tengjast þessum málum og sem að svona opinbera vanmátt okkar og hvað við höfum staðið okkur illa í umgjörðum þessa grein.
til dæmis í dag, þá í miðjum heimsfaraldri, þar sem atvinnuleysi hefur aldrei verið jafn mikið og ríkissjóður nánast að tæmast, þá var samþykkt á Alþingi að taka stimpilgjöld af stórum skipum til þess að auðvelda stórum útgerðum að flagga skipum inn og út úr landinu. Og þetta er pínulítið, þetta er kannski ekki stórt atriði, þetta sýnir samt hvernig við hugsum þegar kemur að þessari grein. Hún er fremst líka þegar við erum í djúpri kreppu, þá gleymist ekki að létta af þeim álögunum. Halldór, þetta er í hug Cornel West í Bandaríkjunum sem er fræðimaður, afrikanskur Amerikani, gagnrýndi mjög Obama og hann gerði það einhvern veginn með þessum hætti. Hann sagði fyrir kosninga þá sneri Obama sér á okkur og vildi selja okkur von. Það var hellinga kjósendur sem kusu von og það var líklega enginn verið kosin með eins mikil von færð honum. Leið og kosningarnar voru búnar þá sneri Obama sér að sínu raunverulega kjördæmi sem var Wall Street og þjónaði því. Og þegar ég var að hlusta á hann segja þetta svona, þá velti maður fyrir sér að mörgu leyti íslensk stjórnmál svona. Stjórnmálafólk snýr sér að okkur fyrir kosningar, ræðir eins og við séum í sameiginlegu að taka ákvörðun hvernig samfélagið eigi að vera, svo leið og búið að kjósa og stundum bara á kosninganótt. Þá sér maður þetta í samtali stjórnmálafóringjar á kosninganótt að það komið bara allt annað leikur í gang, nú á bara að fara að stjórna landinu í samstarfi við svokallaða hagsmunaaðila. Já, algjörlega, ég man eftir því þegar Obama var kosinn, ég man að ég satt upp í sófa nótt og horfði á þetta og hélt að heimurinn væri breyttur. Ég ætla að segja frá því, ég var í Vestur-Afríku og þar grét fólk. Það grét fólk, það fannst þetta svo stórkostlegur heimsviðburður að það grét fólkið allt í kringum. Já, svo fór bara þessi fágaði og glæsilegi maður að einbeita sér að því að drepa fólk með drónum og þjónusta á Wall Street. Já, ég held að það sama gildi alveg íslensk stjórnmál því miður. Mér finnst bara hræðilegt að vera á þessari skoðun því miður en íslensk stjórnmál og hér er nú mikið tala þessa dagana falska fréttir og fake news og íslensk stjórnmál eru fake news. Íslensk kosningaloforð eru ekkert nema fake news og því miður þá bara tekið undir allt sem Mikael sagði. Hvað varðar þetta framsal á þannig kvótaarf, þá held ég að þetta er það sem íslenskt samfélag snýst Það snýst að þjónusta þennan auð og sjá til þess að hann fari til rétts fólks og auðvitað að fari þaðan til erfingi þeirra og þannig erfist vald og þannig það er það sem íslenskt samfélag fyrir mér og ég vildi að ég væri ekki á þessari skoðun en bara það snýst þetta að viðhalda þeim valdahlutföllum sem eru hérna. Og fyrir mitt leyti þá ber þetta alltaf að sama brunni og það er bara þetta vantraust til stjórnmála á Íslandi sem hefur verið hérna sirka bát, einn af hverjum 5 treystir Alþingi frá 2008. Þetta hefur verið aðeins flögt en ég meina hvað þýðir það nákvæmlega, erfitt að segja, en það getur þýtt að 4 af hverjum 5 vantreysti löggjafanum, vantreysti þeim sem setur reglurnar í samfélaginu og það þýðir auðvitað bara að samfélagsstúkurinn er rofinn og lýðræðið er rotið. Það er leikrit því miður. Það er mér bara hræðilegt að segja þetta en hvaða sannanir eru til staðar að svo sé ekki. Og svo við förum aftur þaðan yfir í Samherja því ég held að það hljóti að tengjast þessu gríðarlega vantrausti. Það sé til dæmis þessi hegðun Samherja í Afríku. Það er rosalega auðvelt að dæma þetta og fyrirlíta þetta en ég meina hvað var þetta fólk að gera annað en spila eftir þeim leikreglum sem bara gjörsamlega ráða þessum leik sem heitir alþjóðlegur kapítalismi. Það er grundvallar krafan til fyrirtækja að þau séu siðlaus. Það snýst leikurinn. Þannig ef þú ert ekki siðlaus, þá náttúrulega muntu bara tapa. Þannig ef þú fær tækifæri til þess að borga ráðherra, auðvitað gerur það ef þú ert í þessum leik og vilt spila eftir þessum reglum. Þannig sé ég þetta. Þannig að af
af hverju vita þetta allir, af hverju gengur hún bæinn og allir segja, já, ég meina, svona þetta, þetta breytist ekki neitt. Ég held að það tengist þessu gríðarlega vantrausti og rótin að því sé einhvern veginn, þessi siðleysiskrafa eftir fyrirtækja, algjörlega ónýtt lífræði, og lífræði ónýtt vegna þess að valda og valdajafnvægið í samfélaginu bara svo gríðarlega ójafnt, verður sífellt ójafnara. Úr verður samfélag smám saman það sem einhvers konar siðrof hefur orðið og í þannig samfélag verður smám saman að baráttu allra gegn öllum, svona hobbsísk martröð bara, þar sem skynsamlegast fyrir hvern mann að reyna að fá sem mest fyrir minnst. Og ég held að svona samfélag geta alveg gengið á meðan til dæmis hér flæða inn túristar með peninga og þannig getur þetta mallað sko, en einhver tíman kemur að því, það mín skoðun, að það síður upp úr og það getur soðið upp illa. Mér finnst bara hræðilegt að vera á svo skoðun, en því miður þá sé ég bara engar vísbendingar að sannanir að þetta sé einhvern veginn öðruvísi. Hérna, Oddný inni í kerfi að reyna að breyta því innanfrá og ég trúi því einlæglega hún sé að reyna að breyta kerfinu innanfrá. Og ég hef talað hérna við rauðaborði við fólk sem í háskólanum og að reyna að breyta hann innanfrá, við verkalýðshreyfinguna að breyta það innanfrá og það kemur oft fram að því hvað það erfitt og stundum velti bara fólk fyrir sig hvort það sé yfir höfuð hægt. Halldór talaði að það væri 1/5 sem að treysti Alþingi. Fyrir nokkrum vikum áður en að COVID kom að þá hringdi ég svona randomli í fólk, svona 100 manns og ræddi við pólitík af því mér fannst ég vera einangrast og vildi bara heyra í fólki þannig sem ég myndi ekki velja við hvernig ég talaði eða fólk veldi að tala við mig. Og þá kom þetta svo sterklega í ljós og ég upplifði það væri svona 80% af fólki sem að væri orðið fyrir djúpum vonbrigðum með stjórnmál og upplifði það eins og svik, eins og svona það var svona eitthvað sem virkilega lá á því. En þetta fólk var allt rampólitískt. Þannig það var alveg með svo rosa sterkar hugmyndir samfélagið og fleira, en bara þennan ótrúleg sárindi. Nú spyr ég að þú ert uppistandari með Oddnýju, af því að nú hún kannski þeim vanda, hún getur ekki náð salnum. Hún fer inn í salinn, eins og þú sitt að labba inn í salinn og það eru 80% sem ætla ekki að hlæja að þér. Bara ætla ekki að hlæja að þér. Heldur að við getum verið komin á þann svona punkt að það raunverulega sé mjög erfitt fyrir stjórnmálamennina að eiga samtal við þjóðina, þannig að við séum komin í einhverja svona, að tala í Bandaríkjunum að sé klofið á milli hægri og vinstri eða republikana og demokrata eða líberalista og íhaldsmanna, að við séum kannski komin í svona klofning þar sem að stjórnmálastéttin, þessum eiga raunverulega að vera átaka ákvarðanir samfélagi fyrir okkur, náu bara ekki samtali við okkur. Jú, kannski, en ég meina ástæðan fyrir því að þau ná ekki þessu samtali er náttúrulega bara að það hefur engin ástæðu til að treysta þeim, eða þú veist, allavega ekki 4/5, það ekki? Sem að treysta þeim ekki, sko, 1/5 treysta þeim. Já, einmitt. Og þú veist, ég til ég að hlusta á í rauninni hvern sem þegar hann vill lofa mér einhverju og ræða mig í fyrsta skipti, en að við komum til búin að svíkja mig endurtekið. Þá nenni ég ekki að hlusta og svo er þetta náttúrulega líka með ójöfnuðin og með einhvern veginn svona, þú veist, að það er svona ákveðin týpa sem sækir í stjórnmál og kemst áfram í stjórnmálum og þetta er sjaldnast einhver sem gerir það af heilindum og hugsjón. Þetta er, þú veist, það er bara rosalega mikil valdagræðgi og kannski óheilbrigt hátt sjálfstraust og ég held að það sé ekkert endilega, þú veist, þetta er líka stéttavandi, þú veist, það er svolítið erfitt að einhvern veginn eiga þetta samtal vegna þess að mér finnst að ég upplifi að ég og fólk sem ég þekki við eigum svo rosalega lítið sameiginlegt með fólkinu sem stjórnar í þessu landi og við erum bara mjög ólíkar hugmyndir hvað samfélagið þarfnast. Já, þetta er spennandi að sjá hver kemur inn, þetta er svo leikilegt. En þannig að þegar þú ert að horfa á Kastljós eða Silfur Egils þá veist ekki alveg hvað verið að ræða og upplifir það ekki eins og þú sett ávörpus, það sem verið að fjalla þau mál sem að brenna á þér og þeim sem að þú umgengst.
að þetta sé svona einhver umræða sem bara lost in space. Já, í raun og veru og þú veist, ég er löngu hægt að voru á Kastljós og Silfur Egils, ég er bara þunglynd af þessu og það ekki gott fyrir uppistandara að vera of þunglyndur kannski. Oddný. Þetta ég lofar því, ég valdi þetta ekki fólk til þess að koma með þessi sjónarmið. Ég held að þessi næstu þetta að velja random fólk og þá komi þessi sjónarmið öll fram. Það eins og sko að fólk hafi bara ekki eins og trú á því að það sé hægt að breyta þessu. Þú ert inn í kerfinu, þú vilt breyta því innanfrá. Hvað missur þú oft trúna á því að það sé hægt? 2 á dag, 2 ári? Ég náttúrulega má ekki missa trúna. Ég verð að halda áfram og við verðum öll að halda áfram. Það þannig. Þetta verkefni sem við getum ekki gefist upp við. Pólitík lífið og við glímum auðvitað við stór vandamál eins og við höfum verið að ræða hér. En við megum ekki gefast upp. Og núna finnst mér, ég skil Heklu alveg þegar og dætur mínar tala svona við mig, þær horfa ekki einu svona fréttir sko. Þannig að þegar ég að segja hvernig fannst ykkur ég standa mig þarna í þessum fréttatíma þá bara að segja við ekki einu svona hvað það. Og þannig að auðvitað verður við stjórnmálamenn þá að finna aðra leiðir til að reyna að ná til unga fólksins sem framtíðin. En núna stöndum við á miklum tímamótum. Við erum náttúrulega að glíma við stórkostlega vanda. Við hefum aldrei séð þessar tölur í atvinnuleysi til dæmis og ríkissjóður sko, það streyma milljarðarnir út úr honum og við þurfum að huga því. Auðvitað reynum við að bjarga því sem bjargað bara núna til skamms tíma en svo verðum við að hugsa hvernig ætlum við að byggja upp þetta samfélag. Hvernig ætlum við að raða þessu saman eftir þessa stóru niðursveiflu sem að gefur okkur eins og hún hræðileg, samt tækifæri til þess að ákveða leiðina áfram, vegna þess að í kreppunni þá verða svo miklu kontrastar og til dæmis verður ójöfnuðin svo rosalega skýr og verkefni sem við þurfum að glíma við. Eitt af því sem við sjáum bara strax að við verðum að passa það alltaf að hafa heilbrigðiskerfi í fremstu röð sem fyrir alla, sem stæðst álag og bara almannavarnir og samfélagsöryggi okkar á öllum tímum og þess vegna megum við ekki í framhaldinu núna þegar við ætlum að fara að glíma við fjárlagagatið að fara að skera niður í heilbrigðiskerfinu, heldur þvert á móti byggja þau og við verðum að renna fleiri stoðum undir atvinnulífið. Það þýðir ekki að láta alltaf öggin í sömu körfunni og núna vorum við búin að veðja á ferðaþjónustuna og hún var ótrúlega stór og miklu stærri heldur en í nágrannalöndum okkar og þess vegna okkar vandi núna enn verri heldur en í þeim löndum vegna þess að sú grein var algjörlega berskjölduð. Oddný, þú segir við þurfum að taka ákvörðun og við þurfum að taka ákvörðun og það hefur komið fram svona ákveðið sjónarhorn á þessu vantrausti sem ríkir í samfélaginu, vantraust á stjórnvöldum og vantraust á stjórnmálastéttinni. Stjórnvöld virðast taka þessar ákvarðanir, maður veit eiginlega ekki hvernig, sko, maður upplifir svolítið eins og séu bara 3 ráðherrar lokar inn í herbergi með einhverjum ráðuneytisstjórum og svo koma þau út með eins og það hafi bara sprungið út úr hausnum á þeim með einhverjar lausnir. Ég verð ekki varfið neitt svona samtal út í samfélaginu vegna þess að sem mikilvægt, vegna þess að eins og þú segir, þá þetta mjög sérstakir tímar og það teknar risastórar ákvarðanir sem að munu móta samfélagið, það búið að taka ákvarðanir sem munu móta samfélagið nokkur ár í gegnum kreppuna. Og þannig þetta eru kannski stærstu ákvarðanir lýðveldissjóðurnar sem verið að taka núna í svona andrúmslofti þar sem eiginlega ekkert samtal í samfélaginu hvers konar samfélag við viljum. Já, það var einmitt það sem ég ætlaði að bæta við. Að það auðvitað áhyggjuefni hverjir það eru sem halda stjórnartaumana, því það pólitík. Við erum að taka stórar pólitískar ákvarðanir á hverjum degi og það ekkert samtal í gangi eins og þú bendir á. Við í stjórnarandstöðunni, við komum ekki að ákvörðunum, við fáum síðan risastór frumvörpin í fangið og þurfum að hafa skoðunar á því og gera breytingar og græja og gera á einhverjum með tíma því það þarf að afgreiða fyrir mánaðamót og þegar við ættum að frekar að taka okkur tíma og kalla að borðinu
sérfræðinga sem að geta hjálpað okkur að meta þessa aðgerðir, hvernig þær spila saman og hvaða áhrif þær muni hafa inn í framtíðina. Og ég hef auðvitað stórkostlegar áhyggjur af því að flokkurinn sem að ræður ferðinni Sjálfstæðisflokkurinn, flokkurinn sem að hleður undir sérhagsmunina og ég hef stórkostlegar áhyggjur af því. Auðvitað vil ég vera þarna, jafnaðarmaðurinn við borðið, en kjósendur ákváðu annað í síðustu kosningum, en auðvitað vildi ég fá að vera þarna og að við tækjum tillit til loftslags vandamála, að við færum í þær aðgerðir þegar við erum að velja okkur aðgerðir sem að hjálpa okkur þar, sem að glíma við 4. iðnbyltinguna og passuð upp á að hún ýti ekki undir meiri ójöfnuð í samfélaginu. Við erum að horfa fram á, við vitum að aldraðir og öryrkjar eru sumir hér undir fátækramörkum og það stórkostlegt vandamál. Nú eru þúsundir manna að bætast við sem að þurfa að lifa á atvinnuleysisbótum sem eru undir fátækramörkum. Þannig að það eru stór verkefni sem við þurfum að glíma við og ég hef áhyggjur af því að sá flokkur sem ræður för hægri flokkurinn Sjálfstæðisflokkur. Ég held þú ætla ekki að nefna nafni, þetta var eins og í Harry Potter, svona flokkurinn, svo það ætla ekki að segja Voldemort eða hvað það var. Herðu Mikael Torfason, það sem að varðandi þetta hvernig ákvörðun teknar, þá velti maður fyrir sér hvort að við séum bara almennt að tapa trúnni á lýðræði. Að sumuleyti er almenningur að tapa trúnni á fulltrúalýðræðinu og bara lýðræðislegu vettvangur virki fyrir okkur og svo virkar svolítið eins og ríkisstjórnin sé líka búin að missa trú á lýðræðinu að það muni bæta ákvarðanir að hafa samráð við verkalýðsstéttina eða almenning eða stjórnarandstöðuna, kalla fleiri ólík sjónarmið eins og maður gæti haldið að væri eðlileg svona ákvörðun að hafa sem flest sjónarmið á borðinu til að geta tekið sér besta ákvörðun. Þvert á móti þá virðist vera eins og að sé verið að draga saman og ákvörðun sé tekin á enn þrengri vettvangi og eiginlega í svona hálfgerðum bönkar. Það stundum rætt það að við á Vesturlöndum séum eiginlega búin að tapa trúnni á lýðræðinu. Ég held að stjórnmálamenn séu eitthvað leyti í svona búblu og séu svolítið fastir þar og maður heyrir það líka bara á að munurinn á þeim ekki neitt. Oddný gæti alveg verið eins góð og hún í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum, hann myndi ekki breyta neinu fyrir okkur. Og alveg eins og Katrín Jakobsdóttir gerir það myndi ekki hafa neina áhrif. Ég myndi aldrei gera það líka. Já, þú veist, Samfylkingin hefur gert það og en ég fór að ég heyrði Halldór Ármann nefna kapitalisma og hvernig við erum einhvern veginn að einhver leyti að drukkna í honum og það hentar honum mjög vel og íslenskum kapitalismum að ákvarðanir séu teknar bara þarna og ég fer ekki ofan að því að maður svona vill láta follow the money að því að getur ekki fræðilega möguleiki að Samherja hafi fundið upp aðgerðnar að múta stjórnmálamönnum og ráðherrum í Afríku en ekki á Íslandi. En ég fór inn á heimasíðu Samfylkingarinnar og það stendur ekkert kapitalisma, ekkert alþjóðakapitalisma, ekkert kapitalisma í Íslandi, ekkert eina og þá fór ég að leita á síðunni það. Og eina sem ég fann kapitalisma var að jafnaðarmaður vikunnar 21. maí 2017, Jónas Már Torfason. Hann situr í stjórn ungra jafnaðarmanna og eina sem hann hefur kapitalisma að segja að hann trúi því. Af hverju ertu jafnaðarmaður? En hann spurður. Ég trúi því staðfastlega, segir hann, að hlutverk stjórnmálamanns sé ekki að halda einhverjum kreddifullum prinsipum, til dæmis að kapitalismi sé arðrán eða skattar þjófnaður. Þú veist, kapitalismi arðrán og sérstaklega eins og hann stundaður á Íslandi og Samfylkingin einn af þeim flokkum sem neitar að horfast í augu við það. Neitar að horfast í augu við að við hófum þessu umræðu á Samherjafréttum. Við erum í þessum drullupolli að því að Samfylkingin, myndi ekki breyta okkur neinu, þótt Samfylkingin væri ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum, þótt að Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur væri saman, og þetta ennþá meiri búbla heldur en það var. Þegar það var mannúðlegri mynd á Sjálfstæðisflokknum, sem var, þegar það var ennþá einhvern veginn svona, Ísland var kyrrt áfram af mikilli þjóðerniskennd og það var einhvern veginn að fá Sjálfstæðisflokkinn við borðið og semja verkamannabústaði og laga ófremdar ástæðu á húsnæðismarkaði sem var þá upp úr 1960 sem endaði með byggingu Breiðholts og svo framvegis. Það var hægt og það var meðan annars vegna þess að þá voru jafnaðarmenn ennþá
gegn arðráni, þeir voru ennþá að gera raunverulegar kröfur, bæði á Alþingi, ekki eitthvað bla, 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 einhverja skýrslu, einhverja stofnun, og þetta var svört skýrsla, hún var svört. Ég var að fara úr líkamannum að hlusta á alltaf þessa vitleysu, vegna þess að hvað kemur okkur við svört skýrsla einhverja stofnun, eða við erum líka þakklátt fyrir að Helgi Seljan sé ennþá á launum og hann sé að vinna hjá RÚV. Það verður náttúrulega ekki lengi, en við viljum stjórnmálaflokka og líka Samfylkingu sem verður eins og flokkarnir sem að þau sækja fortíð sína til. Það krafan, og það krafan samtal við verkalýðshreyfinguna. Verkalýðshreyfingin búin að, Sólveig og Drífa hjá ASÍ búin að koma með einu raunhæfu kröfurnar og ganga ekki nógu langt að mínu mati, en að því að við verðum að gera miklu betur, en það bara einhver grundvallar misskilningur á því hvernig samfélag, eins og bara við erum með þingmann Samfylkingarinnar, hvernig Samfylkingi vill. Allavega eftir því sem þú hefur sagt í kvöld. Þú hefur ekki sagt, jú, það hafa komið með einhverja fyrirspurn og einhverja tillögu, en ekki raunverulegar hugmyndir þegar við sitjum eftir, núna eins og Halldór Ármann sagði, núna túrismi farinn og núna kreppir að. Og hvað þá? Við sitjum, þá þetta erfiðara, þetta sama eins og í Ameríku, sem svona failed society, og það hefur verið það. Leið og þú hættir að steikja hamborgarana á leikvellinum hjá The New York Giants, þá ertu bara dauður. Þá bara borðar fjölskyldunni þín ekki. Og ég gekk í gegnum það í hruninu að missa allt og gangi gegnum kerfið ykkar sem þið bjuggu til og var atvinnuleysisbótum tíma. Og það var skelfilegt. Það var 130 skall á mánuði að 3 barna faðir. Það var ekki fræðilegu möguleiki að maður gæti lifað af. Ekki fræðilegu möguleiki. En ef ég hefði búið mig fram til þings, þá hefði ég verið góðum málum. Og geta farið í stjórnmeir Sjálfstæðisflokknum eins og þið gera þetta. Og án þess að nefna nokkuð tíman eitthvað stefnumál sem getur einhvern veginn breytt einhverju, því að svört skýrsla ríkisendurskoðun eða þessa stofnun, we don't give a shit, sem að tali góða íslensku. En ég verð að spyrja lýðræði, Mikael, þú vilt skamma Samfylkinguna fyrir að vera ekki eins og þú. Ég vil byltingu. Oddný þarf að vera inn í Samfylkingunni og semja við félaga sínum ykkur á stefnu og svo fer hún með stefnun og semja við aðra flokka. Þetta endalausa svona kompromiss, Oddný. Þetta kannski... Við erum búin að prófa þetta, við viljum byltingu. Já, það er alltaf að vera lýðræði, við erum alltaf að koma ykkur saman það hvaða stefnu við höfum að fara. Það er erfitt, Oddný, að vera inn í stjórnmálaflokkum með svona þykka mikla sögu eins og Samfylkingin á erfiðum tímum þar sem að líklega ég býst við að skerpist línurnar inn í flokknum og að fólk sé einhvern veginn verða að ná einhverju sátt við félaga sína, ég að beila við félaga sína stefnu og eitthvað fleira og svo ferðinir á þing og þú þarft að halda því áfram. Þannig að ég bara finn til með þess. Já, lýðræði er það besta sem við höfum og það hefur ýmsa galla og það getur verið seinvið, en svona blaður eins og ég heyrði Mikael fara með áðan, það hjálpar okkur ekki í þeim efnum. En auðvitað lýðræði getur verið seinvist og það getur verið hundleiðilegt, en það er nú samt það besta sem við búum við og allan daginn eru við í stjórnmálum að reyna að finna málamiðlanir innan flokka og milli flokka stór mál og lítil mál. En það sem að mér finnst vera svo mikilvægt núna að við í öllum þessum hryllingi sem að við þurfum að glíma við og horfum fram á, þá eru tækifæri til þess að breyta samfélaginu ef að við bara viljum það og ef að við sameinumst það og förum ekki við sem að erum vinstra megin og erum jafnaðarmenn í hjarta okkar að við reynum að láta hjarta ráða og reynum að tala saman en ekki garga á hvort annað. Frekar að leggja saman og reyna að finna leiðina út þannig að jöfnuður... Ég er ekki framboðin eitt, en ég er alltaf að segja þið líka, og það getur vel verið þessi tónulegt eitthvað, að stefnumálin ykkar munu bara ekkert koma okkur neitt áleiðis með það. Af því að
eftir 4 ára eitthvað, þá verður Samfylkingin í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum, en the saga continues. Hekla, Þetta vitum við nú ekki, Mikael. Hekla, því að þú ert yngst og þú ert að segja að þú verður að horfa svona á fréttirnar og þær hafði ekki aðeins til þín. Nú ertu búin að vera að hlusta eins og á pappa og mömmu að rífast með pólitík. Já. Hvernig slæri þetta? Já, mér finnst þetta nú bara leitt. Mér finnst einhvern veginn eins og svona innanborðs ágreiningur getur stundum svolítið svona stoppað hlutina. En ég veit ekki hver á að gera það, en mér finnst bara verkefni númer 1, 2 og 3 einhvern veginn bara að breyta þessu handónýta gildismati sem að einhvern veginn samfélagi starfar eftir. Það er algjörlega fáránlegt að allar fréttir alla kjarabaráttu, þetta alltaf kvennastéttir, þetta alltaf mikilvægastu störfin. Og þú veist, og það er svona eins og í COVID-faraldrinum að það verður einhvern veginn líklega aldrei skýrara hvað þetta fólk er mikilvægt sem að heldur upp í samfélaginu, og samt finnst mér einhvern veginn svo ólíklegt að við séum að fara að læra eitthvað að því. Þetta verður rosalega meðvituð það á meðan mest á reynir, og svo mun þetta bara hverfa. Þessi meðvitund. En eitt sem að hefur nú oft komið til tals hérna við Rauðaborðið að ein af leiðum nýfrjálshyggjunnar til þess að ná svona dóminerandi völdum var að tala niður stjórnmálin, tala niður opinbera þjónustu, tala niður það að einhver gæti unnið fyrir hag annarra, að stjórnmálamaður væri alltaf að hugsa sjálfan sig en ekki umbjóðendur sína, að verkalýðsforkólfurinn væri að hugsa raskat á sjálfum sér en ekki félagana sína. Og það var að tala niður öll þáttaka, stjórnmál og þáttaka, öll virkni, hugmyndunum að við verum saman í því að móta samfélagið, og það yrði gert í gegnum ákvarðanir á þingi eða í sveitarstjórn, fölnaði svolítið í burtu og hugmyndum kom svona framtíðin kæmi til okkar svona frá markaðnum, bara eiginlega myndi einhverjir sniðugir kallar finna eitthvað upp eða finna einhverjar lausnir, og þannig við þyrftum ekkert á stjórnmálunum að halda. Afstaða þín og kannski fólksins sem að þú umgengst og svona þínu reki, ef ég má segja svo, litast hún ekki bæði af þessum sigri nýfrjálshyggjunnar að raunverulega draga niður stjórnmálaþátttöku almennings og svo hins vegar vonbrigðum fólks með stjórnmál nýfrjálshyggjunnar sem að ávarpa fólk bara fyrir kosningar en snúa sér svo að hagsmunaaðilum eftir þér? Þetta ekki þarf kannski almenningur líka að koma, hann getur ekki beðið eftir því að stjórnmálinn lægist eins og framleiðsluvara, heldur verður hann raunverulega að breyta þeim? Já, þú spyrir mjög langra spurninga. Þetta er enginn af þessu þáttum, það er bara stóra spurningar. Já, ég meina nú er ég 30 ára gömul, frá því að ég byrjaði að fylgjast eitthvað að viti með stjórnmálum, þá er búið að vera hrun, það er búið að vera vindris, það er búið að vera hvað hét þetta helvítismál, klausturmálið og uppreisn æru málið sem var hryllileg. Og þetta er bara, þú veist, hvernig getur maður hugsað sér að vinna á svona starfsvettvangi? Þú veist, stjórnmálaþátttaka almennings, Alþingi lítur út fyrir að vera leiðinlegasti vinnustaður allra tíma, og þetta er bara allt erfitt og sjúkt og spillt og það er einhver breytt, þetta breytir einhver, þannig að þú veist, allir það sé ekki bara helsta ástæðan fyrir áhugaleysi minnar kynslóðar á stjórnmálum. Þetta er bara allt svo fugt að við viljum ekki snerta þetta með priki. Þetta er lýðræðisvettvangurinn sem það náðist að byggja upp skárra samfélag á 20. öld eftir að almenningur fékk kosningarétt og stjórnmálin snéru tímabili að almenningi, og það var byggt upp velferðarkerfi, almannatryggingar, verkamannabústaðir, almenn heilbrigðiskerfi, almenn menntun, alls konar svona hlutir, og þetta var gert í gegnum lýðræðisvettvangi sem er eina valdi sem almenningur hefur á móti peningavaldi. Þannig ef almenningur missir trúna á lýðræðisvaldinu, lýðræðisvettvangnum, einu lýðræðislega valdi, þá náttúrulega er alveg ljóst fyrir ræður, það er bara þeir sem hafa peningavaldið. Er þetta ekki svolítið staðan?
þó að þú viljir ekki koma við þetta nema priki, verður ekki einhvern veginn að finna bara aðeins lengra prik til þess að koma við þetta? Jú, þetta náttúrulega staðan. Ég ekki að segja að ég voni þetta sé endastuðin, en þú veist, það mun einhvern veginn taka svolítið langan tíma held ég að reisa þetta við og en það sem veldur mér áhyggjum að einhvern veginn eftir því sem ójöfnuðurinn stækkar og einhvern veginn bili á milli almennings og þeirra sem stjórna stækkar, þá líka það einhvern veginn alltaf að fjölga fólki í valdastöðum sem á líka peninga og þú veist, 10 mann sem eiga ekkert nema hugsjónir en enga peninga, eiga bara ekki breyk í einhvern kvótaprins, þú veist. Þannig að ég held einhvern veginn að þú veist, við þurfum bara Þetta sé ekki lengur lýðræðisvettvangur fyrir alþjóðina til þess að vega upp á móti peningaflinu, heldur raunverulega hinir ríku búin að taka lýðræðisvettvanginn undir sig. Þar eru ríku kallarnir komnir og stýran. Já, þetta bara ekki einhvern veginn aðgengilegt og og svo þetta einhvern veginn ég reyni að segja svo mikið, ég nú svo reið já, það bara þetta með gildismatið þú veist, kapitalismin einhvern veginn farin að stjórna öllu mér líður eins og Ísland sé einhvern veginn svona, þú veist, unglingur sem í veseni sem alltaf að gera sömu mistökin aftur og aftur, lærir ekki neitt, alltaf að biðja meiri pening og einhvern veginn skýta yfir öll loforðin sín og þú veist, ég veit ekki, þurfum við ekki bara að byrja einhvern veginn að bara grafa undan þessu öllu fyrst áður en að það er hægt að breyta einhverju. Halldór, þú voru að koma með vonina fyrir okkur. Þú varst í þætti fyrir stuttu síðan sem var svolítið blúsaður. Það var fólk að þinni kynslóð og hann var svolítið svona blúsaður. Ég var bara lengi að jafna mig og Já. Blús. Ég held að við erum það held ég bara upp til hópa þegar kemur að stjórnmálum. Því miður. Og eins og ég sagði þá, ég veit ekki hvort þetta segir meira fólkið sem ég umgengst eða hvort þetta vísbendingum eitthvað í samfélaginu, en ég bara þekki engan sem tekur stjórnmál alvarlega. Lítur svo á að þau séu einhvers konar umbreytingaafl lengur. Og ég held að það sé kjarni málsins sem Hekla var að segja að sko, við tölum lýðræði og að það sé besti kosturinn og allt það og lýðræði æðislegt og já, en fyrst við búum ekki við lýðræði. Það fyrst mér kjarni málsins. Lýðræði, nútíma lýðræði leikrit. Það sem við búum í raunverulega við auðræði og auðræði martröð. Það bara svoleiðis. Ef ég á að enda á bjartsýni, ég held að það sé algjörlega rétt allt sem þú segir, að draumurinn að ná einhvern veginn að snúa þessu aftur til betri vegar og að einhvern veginn breyta lýðræðinu aftur í lýðræði, það ætti að vera verkefnið, en ég var bara mjög erfitt með að sjá það gerast og ef ég tala alveg hreinskilið, þá held ég bara að þetta muni enda mjög illa og ekkert bara á Íslandi, ég held bara að þetta muni allt saman enda mjög, mjög, mjög illa því miður. Hinn valmöguleikinn. Ég byrði fólk að punta þetta niður, hvað svar fólk fær þegar Halldór Ármann beðinn að koma með bjartsýni. Það endar mjög illa. Ég held bara því miður og það bara sem ég sé, ég held að það sem ég sæi á móti sem einhverja, það sem gæti, kem aftur því sem ég sagði fyrst, með traust til stjórnmála. Ég held að það taki ekkert rosalega langan tíma að endurheimta þetta traust. Ég held að það myndi ekkert taka neitt rosalega langan tíma að endurheimta traust á dómarann svolítið í íslensku samfélagi, að þann sem setur reglunar. En til þess held ég að þú þyrftir að fá gríðarlega vandað fólk til þess að stýra þessu þjóðfélagi. Alveg svona einhvers konar bara liggur við dýrlinga og auðvitað verður að vona að það gerist, en það kannski mjög gamaldags hugmynd að fara fram á það að leiðtogar einhvern veginn leiði með fordæmi og kannski er ég að tala bara eins og einhvern forngrikki, en ég held að það sé bara ástæða fyrir því af hverju ef maður les maður les fornaldarheimspeki og sögu og kannski það bara mjög miklu leyti áróður og spuni og lygar, en það þessi ofboðslega áhersla á leiðtogan sem leiðir með fordæmi, leiðtogan sem tekur við völdum og brennir sitt eigið hús. Þú veist,
það einhvern veginn svona. Þú ert að fara, sækjast, þú heldur að lausnin sé svo, að finna slíka. Guð mig góður, ég get ekki stungið upp á því og ég vil heldur ekki tala einhvern veginn fyrir hinum sterka leiðtoga, bara alls ekki, sko. Suður-Afrikanar, þeir fundu einn kall og stungu honum í fangelsi í 30 ár og slepptu honum svo út og gerðu hann að leiðtoganum. Já, akkurat, sko. Þú veist, það hræðilegt að vera einhvern veginn að tala fyrir hinum sterka leiðtoga, ég vil alls ekki gera það, en ég sé fyrir mér að ef almenningur fengi á tilfinninguna að hér ráði fólk sem alvöru fólk og eru einhvers konar bara mjög vandað fólk, að þá held ég að tæki rauninni enga stund að endurheimt trú á lýðræði. En eins og segi, mér hryllir eiginlega við því að hlusta á sjálfan segja þetta, en það svona rauninni það sem mér dettur í hug að gæti endurheimt traust á stjórnmál og þar með lýðræði. Árni, þetta svolítið, maður heyrir þetta hjá mörgu fólki, svona vantraust á lýðræðinu, vantraust á lýðræðinu og vantraust á svona gildi þess að taka þátt og eitthvað fleira, þetta verður svona einhverjum skrýtnum stað. Má ég spyrja þig svona, fyrir svona aftur að því að stjórnmál líka persónuleg, hvernig svona áhugi mann á stjórnmálum vex og af hverju hann sprettur og öðru slíku. Má ég biðja þig að horfa aftur og segja okkur svona hvernig þú fékkst trú á því að sko lýðræðisvettvangurinn hann gæti breytt samfélaginu? Það var ekki svona tími eftir tvöfalda kreppu, það var einhverjum öðrum tíma í samfélaginu. Hvað var það sem vakti trú þína á því að var hægt að breyta samfélaginu, hægt að breyta kerfinu innanfrá? Ég hef nú reyndar alltaf haft þá trú, sko. Þó ég hef ekki gengið í stjórnmálaflokk fyrir en eftir hrun. Og þá gerði ég það vegna þess að ég hélt ég gæti orðið að liði við að endurreisa samfélagið eftir stórkostlegt hrun og eitthvað af því sem ég kunna gera gæti komið á gagni og þess vegna bauð ég mig fram. Og ég held að lýðræði sé það allra besta sem við getum búið við og ég hef mjög miklar áhyggjur af því ef að fólk telur það ekki vera nægilega gott að allir stjórnmálamenn séu svona og allir stjórnmálamenn hins veginn og engin trú á lýðræðinu, að þá taki því miður ekki betra við. Og ég óttast í þessari kreppu sem við erum, af því ég stanslaust að hugsa þetta alvarlega ástand sem við erum að glíma við, að það getur brugðið til beggja vona. Það getur alveg ástandi orðið til þess að reiðin blossi hér upp og freku kallarnir nái völdum, enn meiri völdum en þeir eru með í dag og öfgaöflin nái einhvern veginn að róta sig. Það er þeir sem að auðguðust í nýfrjálsvíkinni munu verja auð sín með fasisma. Já, og líka bara alls konar fordómar nái að grassera og í reiði umhverfi vegna þess að ójöfnurin verður orðin svo mikill. Þess vegna held ég að sé svo mikilvægt að stjórnmálin ráði við þessa stöðu og að við pössum upp á hvort annað og að ójöfnuð vaxi ekki. Af því ef hann nær að gera það, þá ég sé að Mikael er farin að aka sér til í stólnum, en svona þetta samt. Ég hleypa honum ekki alveg að strax. Ef að ójöfnunin nær að vaxa, þá vex reiðin og þá voðinn vís. Ég hef bara miklar áhyggjur af því að þá munu öfgaöflin ná góðum krumlum á samfélaginu og það vil ég ekki láta gerast. Ég vil að því ég var að spyrja þig svona þína pólitísku forsögu. Þú varst ekki í sveitastjórn og þú varst í skólakerfinu eða hvar? Má ég spyrja því hvaðan? Já, ég var bara stærðfræðikennari og aðstoðarskólameistari á Suðurnesjum og svo vann ég í menntamálaráðuneytinu líka, stefnumótun, en síðan ákváðum við nokkrar konur í garðinum fyrir sveitarstjórnarkosningar að setjast niður og svona hafa skoðun á því hvernig við vildum hafa litla þorpið okkar, sveitarfélagið í garð. Og það endaði með því að það var úr þessu bara svona þverpólitískt stjórnmálafl með konum í meirihluta og við unnum bara stórkostlegan sigur og ég var bæjarstjóri.
En trúðin á því að það var hægt að breyta einhverju með pólitík, hún byggist á reynslu af því að vinna í skólakerfinu sem náttúrulega svona people's business, að þú verður að eiga góð samskipti við umhverfið þitt. Það ekki eins og við gerum grín að Mikael að sitja við borð eitthvað staðar og semja heiminn við vín, við skrifborð, þú verður að vera í miklu samskipti við fólk og svo hefur þessa reynslu af því að byggja upp stjórnmála hreyfingu í garðinum, í nærumhverfi. Þannig að þú kemur með góða reynslu af því að samskipti við fólk geti komið að góður niðurstöðu. Heldur að þetta geti verið hluti af vandanum, að kannski þau sem að vinna með fólki inn í heilbrigðiskerfinu, inn í menntakerfinu, hafi kannski svona minni aðgengi að umræðinu og stjórnmálunum og við séum kannski meira með fólk sem að horfa á hlutina ofan frá. Það geti eitthvað verið þarna? Það má vera. Og ég get líka tekið undir það að ég held að við stjórnmálamenn séum í búblu og séum oft bara að tala einhvern veginn við sjálf okkur, sko. Þannig að ég held að við þurfum að brjótast út úr henni með einhverjum hætti og þurfum aðstoð við það. Meðal annars með því að tala við fólk eins og Heklu. Ég hef áhyggjur af þessum viðhorfum en leið það svo mikilvægt að við náum einhvern veginn að tala saman og hlusta á hvor aðra. Ég held en auðvitað við á þingi hrópum á hvort annað og biðjum að fá að koma meira að borðunum. Ég veit að verkalýðsfélögin, stéttarfélögin hafa óskað eftir því líka. Við höfum kvartað undan því að þegar að frumvörpin koma frá ríkisstjórninni þá virðast þau vera samin hjá samtökum atvinnulífsins og engir aðrir hafi fengið að koma að og formenn stjórnarandstöðuflokkana fá okkur að klukkutíma kynningafundi áður en að blaðamundurinn skellur á. Þannig að já, ég held að það væri til bóta að við myndum tala meira saman og við stærri hóp og reyna einhvern veginn að brjótast út úr búblun okkar. Mér finnst líka... Og bara hringja í mig hvena sem er. Já. Ég hef við síma núna og saman munum við steypa þessum köllum á stóli. Já, gerum það. Bara á morgun, fyrramálið, upptekinn klukkan 9. Það freistar að slíta þættinu núna, þetta svo góð lokaorð. En varandi lýðræði, það eitt sem að ég gamall blaðamaður og ég svona horfi á, ég læt mig hafa það að horfa á Silfrið og Kastljós og allt þetta. Og það sem að mér hefur verið að upplifa svona undanfarnar vikur að þetta er ekki lýðræðislegi fjölmiðlar, því að mér finnst ekki eins og umræðan þarna sé eins og áhorfandinn sé þáttakandi og það sé mikilvægt að hann skilji málin og hann sé aðili að því að taka ákvörðun. Mér finnst eins og það sé verið að svona messa eða boða eitthvað til okkar, einhver ákvörðun sem er tekin að fjölmiðlafólki taki það að sér að kynna almenningi það sem að valdið hefur tekið ákvörðun. Það er svo sem við vist vanta svona, og þess vegna til þess að rauðaborð sem á að vera svona samtal fólks úr ólíkum áttum sem að við erum svona í sameiningu reyna átt okkur á því hvað er að henda okkur. Mér finnst slík umræða eiginlega horfin út úr fjölmiðlunum. Mér finnst meir og minna einstefnu tilkynningar frá valdinu eða þekktum álitsgjöfum sem að raunverulega eru bara að bera út svona samfélagssáttmála nýfrjálshyggjunnar. Mikael, þú ert gamall blaðamaður líka. Hvernig ert þú að horfa á þessa þætti og fréttirnar? Ég hef eiginlega gefist upp á Silfri Egils og þessum þáttum, sko. Ég hef ekki alveg neitt að leita eftir í útlöðu minni og hef bara ekki gert það og líka þegar það er oft verið að ræða eitthvað, það er þannig að sko skipið er farið úr höfn. Það er ekki þannig að fögur orð muni valda því að við munum einhvern veginn sko horfa á það að ójöfnuður minnki og svo framvegis. Það er ekki að fara að gerast. Við sjáum bara eins og við byrjum að ræða þessar Samherjafréttir. Þeir hafa bara orðið ríkari og þeir munu bara verða ríkari og Oddný nefndi það að það hefði verið búið að fella niður eitthvað stimpilgjöld á þá bara í síðustu viku, hvernig sem það var. Það er til meðferðar í þinginu núna bara? Já, til meðferðar í þinginu. Já, ok, það er verið að samþykkja núna. Það líka, það er eitthvað frumvarp þar sem er raunverulega
ýtt undir skilning LIU eða SFS, hvað heitir í dag, á fyrsta ákvæði laga stjórn fiskveiða að það kemur fram í einhverju greinargerð að svo eignarréttar út frá eignarréttar sjónarmiði sé horft á þetta. Það sé hugsanlega verða til eign af notkunarréttur. Þannig það er margt í gangi. Það frumvarp sem var í samráðsgáttinni og hefur aldrei komið inn í þingið til okkar. Það er mjög háskalegt. Það er mjög háskalegt og það er eitthvað sem við verðum að skoða betur. Það viðhorf og það skuli standa í greinargerð skrifað af sjávarútvegsráðherranum er mjög hættulegt. Skipið fara úr höfn. Já, skipið fara, ég á engin svör önnur en að við þurfum að breyta, við þurfum að byrja, þú veist, orður til alls fyrst eða hvernig sem það er orðað, þú veist, einhvern veginn verðum við, held ég, og ég veit að það eru margir ósammála því, við verðum að breyta orðræðinni og bara hleypa orðum sem ég ólst upp við meðan það voru á 9. áratugnum, meðan var ennþá verið að tala auðvaldið og kapitalisma og svo framvegis. Það er bara, þetta virtist vera einhvern veginn virka opaslega vel á Íslandi á 10. áratugnum að vera með aðeins svona aðra umræðu. Ísland var, held ég, á 10. áratugnum eitt jafnasta samfélagi í heimi. Það var alveg óbúðslega mikið jafnrétti og ég man að ég keypti fyrstu íbúðina mína 1995, var ungur faðir og ég reiknaði einhvern veginn fyrir nokkrum árum að þetta voru nokkur áslaun verkamanna. Þetta var ekki erfitt. Keypti íbúð á Óðinsgötu, hún kostaði 3 milljónir og þetta var 3 herbergja íbúð og ég var oft með 150 skall útborgaðan í plastós sem verkamaður þar. Og þetta var miklu auðveldari róður heldur en fólk að lendi í dag. Og það við vorum miklu mildara samfélag, þannig að við fórum út í það að segja bara, heyrðu, kannski dugar ekki þessi orðræða lengur, kapitalismi, arðræningi og svo framvegis. Við á vinstri vængnum verðum að mynda okkur betri orðræði og líka bara til að vera vinsælli og vera meira smart og við fengum líka áhrif utan úr heimi frá Tony Blair og fólk vildi ekki kalla sig allaballa lengur og vildi kalla sig samfylkingu og vildi ekki kalla sig sósíalista lengur og vildi kalla sig vinstri græn og þetta endaði einhvern veginn út í þeim skurði sem við erum nú að bara hinir ríku verða ríkari, auðvaldi safnar og safnar og safnar. En Mikael, ef ég skildi Heklu rétt, þá var hún að segja áðan að menn ætti kannski í okkar liði, hvað sem það á móti hinum, köllunum sem hún lýsti held ég, að það ætti kannski að vinna meira saman. Þú veist, að kannski einbeita sig af því sem að væri með sameiginlegt og ná okkur samstöðu og það væri svolítið pirrandi að hlusta á En hvernig ætlar þú að ná okkur sameiginlegt með Bjarna Benediktssyni? Það er bara ekki fræðilega möguleiki. Ekki með honum, heldur, hvað við kallaði alþýðu fylkingin, með öllum sem að vinna hagsmunum almennings, að þeir verða að ná einhverjum svona samhljómi ef þeir ætla ekki að láta bara ríku kallan af allt yfir okkur. Vandamálið að við erum að tala vinstri græna sem eru löngu hættir að vinna að hagsmunum almennings og eru bara í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Og það er staðreyndin. Þau eru í ríkisstjórn með manni sem hefur verið, þegar hann er uppnefndur Panama-prinsinn, þetta er maður sem fjölskyldan hans eignaðist borgun fyrir slikk og svo framvegis og svo framvegis. Og það er staðan. Þar áður voru allir fyrir hrun, gat samfylkingin ekki beðið eftir að komast í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum, þessu sama fólki. Það er það sem við horfum á. Það getur vel verið að ég sé einhvern veginn orðin svo sama hvað fólki finnst mig og rífi kjaft og veifi höndum á okkur sjónvarpsþætti á netinu. En staðreyndin er svo að það sem við sjáum, bara sem venjulegt fólk, þegar við horfum á Silfur Egils og eitthvað, þá sjáum við að einhverjir eru með fögur orð sem að höfða til okkar. En mest af þessu er bullshit. Við sjáum bara vinstri græna, við sjáum bara frábært fólk sem við þekktum, sem að sumt af þessu fólki vann með mér á blöðunum, hefur alveg sömu skoðanir og ég. Við sáum bara hlaupa beint í arminn. Það var meira þess að fréttaflutningur af því að Steingrímur J. Sigfússon var búinn að semja ríkisstjórn Sjálfstæðisflokkinn fyrir kosningar. Það var fólk sem heyrði hann ræða þetta í flugvél á leiðin til Akureyrar eða hvert sem hann var að fara. Og þetta var bara, þetta er það sem almenningur sér. Þetta var bara vísi.is, bara frétt og það var vitni að þessu sem var mjög trúverðugt.
og við, og sama tíma erum við að fá fréttir þetta fólk í Panamaskjölunum. Þetta fólk að múta ráðherrum í Afríku og við erum að sitja heima og hugsa með okkur, það ennþá bara, við hvernig á ég að eiga samtalið þá? Á ég að eiga samtalið við vinkonu mína Katrínu Jakobsdóttur sem ég kaus? Af hverju? Af hverju? Hún búin að segja það með gjörðum sínum að hún algjörlega ósammála mér og sjálfri sér. Og við byrjaðum að tala við Oddnýju kannski? Oddný vinkonum. Ég hef farið á fund með Samfylkingunni og talað við Oddný yfir þingi, sko. En ég hef samt þessa skoðunir. Ég var líka mjög heiðarlegur við hana þar. Og það bara áfram. Ég held að þau séu búin að missa út einhverju orðræðu. Þau náttúrulega búa við vantraust. Þau eru með þennan stimpil á bakinu að hafa keyrt okkur með Geir Haarde í hrun og sá ekkert athugavert við partíið af því að þau höfðu, ekki hún per se, hún kemur inn í flokkinn eftir hrun, höfðu tapað bara eigin hugmyndum og eigin hugmyndafræði. Bæði að þau tapa orðunum og setningunum, og það getur vel verið að einhver hluti þjóðarinnar sé ósammála mér, af því að það eru fullt af fólki sem kýs, fækkar og fækkar í hópnum sem kýs Sjálfstæðisflokkinn, en enda hafa þær öll völd. Og þess vegna erum við að horfa bara á mestu arfgreiðslur, arf sem nokkuð tímann hafi verið, þetta bara gefið í einhverju húlleri, þess vegna erum við að sjá bara fram á fólki sem sko skítsama þó það komið fram í fréttum að það sé að múta ráðherrum í Afríku, níðast á fátæku fólki og arðræna. Þeim skítsama, þeir sýna það í öllum sínum gjörðum, senda okkur alltaf fingurinn. Af hverju? Af því að þeir komast bara upp með það, af því að the game is fixed. Hekla, ég vona ekki verið oftúlkað að þú varst að kvarta yfir því að samherjar væri að deila ekkert síður heldur en að þú veist, takmarkur getur hneykslast mikið á Sjálfstæðisflokknum eða Bjarna Ben, en kannski eigum við að gera meiri kröfur þá sem eru að starfa einhvern veginn fyrir alþýðu hagsmuni. Þessi sundrungi í þessum hópi. Ég veit ekki hvort þú viljið ræða það eða hvort þú viljið kannski benda á það hvað þú finnur samstöðuna inn í svona feminísku hreyfingu. Það sé einhvern veginn komið svona nýtt lingó eða nýjar aðferðir við að ræða hlutina að komast að niðurstöðu. Ég veit ekki hvort ég geti sagt samstöðu vegna þess að mér finnst einhvern veginn svona það sem að með svona ákveðin málefni þá er rosalega mikið af fólki sem er mjög djúpt inn í þeim og hugmyndum sínum það og þær eru mismunandi og kannski þess vegna sem er mjög mikið deilt innbyrðis bæði í feminisma og innan stjórnmálahreyfinganna sem að halla til vinstri á meðan það er kannski ríkari hefð fyrir því að fylgja í blindni eins og til dæmis hjá Sjálfstæðisflokknum og hægrinu. Þannig að en þá það orkan sem að fer kannski hjá okkur í að deila innbyrðis fer þá frekar hjá þeim í að koma myrkraverkum í gegn. Þannig að það er ákveðið áhyggjuefni. Ég er ekki með lausn, ég er bara með vandamál. Við erum bara að hlusta, við erum að reyna að finna út úr þessu. Sko. Við verðum einhvern veginn að breyta samfélaginu. Þegar við lýst samfélaginu sem svona hálfónýttu, þegar við lýst svona tækjunum sem við höfum til þess að laga samfélagi sem hálfónýttu, þannig að við erum hnípin þjóð í vanda. Já, og það er bara ógeðslega erfitt að komast að einhvern veginn að ná saman innan ákveðina flókinna málefna sem að eru samt krefjast þess til þess að verða einhverju raunverulega breytingar að fólk nái saman. Eitt einkenni að nýfrjálshyggjutímanum, nýfrjálshyggjutími, það er þessi vantrú á stjórnmálunum, það er eitt. Sem að hefur svona verið hamrað á og náðu svona einhverjum árangri og skilið okkur eftir kannski að við höfum ekki svona treystum ekki stjórnvöldum og svo gerist það líka það að svona kannski mannréttindabaráttan svona tvístraðist að þessi hugmyndum að það getur verið einhver stór hópur að berjast fyrir heildina, hann svolítið hvarf og fólk
ég nefndi kvennarhreyfinguna, en síðan samtök hinsegins fólks og samtök fatlaða, það voru allir að berjast fyrir svona sínum málefnum og einhver leyti byggt á manngildishugmynd nýfrjálshyggjunnar að við værum best í því að hugsa eigin hagsmuni. Þess vegna ættum við raunverulega erfitt með að setja okkur inn í aðra eða berja fyrir öðrum hagsmunum. Maður velti því fyrir sig, einhvers staðar verður að finna, hvað ég að segja, svona andlegan grunn af því að berjast sameiginlega fyrir bættu samfélagi. Því að einhvers staðar týndist það. Hugmyndin það að við bærum sameiginlega öll ábyrgð á samfélaginu og samfélagið væri eitthvað sem við getum mótað á millum okkar með ákvörðunum okkar, frekar heldur að væri niðurstaða af verkum okkar. Þetta leiddi til þess að stjórnmálin urðu líka mjög svona tæknilegar útfærslur. Það var eitthvað sem var að benda á þann daginn að hann aldrei heyrt Bjarna Benediktsson tala neitt sem hann kalla mætti pólitík. Hann verður bara alltaf að tala tæknilegar úrvinnsluleiðir og þannig vinnur náttúrulega hægrið og þannig vinnur auðvaldið svolítið umræðuna ef við bara verðum að tala tæknilegar útfærslur. En það aldrei rúm fyrir hugsjónir eða manngildishugmyndir eða eitthvað svona andlegan botn í stjórnmálum. Þarf ekki svona bara einhverja svona vakningu, Halldór, nú kemur til þín. Það lausnin? Jú, ég held að það sé rétt, sko. Við varum að tala stjórnmál bara einhvern veginn allt öðruvísi við vörum. Bara byrjum að tala bara eins og við værum í kirkju eða eitthvað. Jú, það rifjaðist upp fyrir minna einn saga hérna rétt á hann. Mér langaði bara að minnast á hana því við erum að tala kvótaerfingjana og auðlindirnar og allt það. Þegar ég var í lagadeild HÍ, þegar ég var á fyrsta árið þar, ég gleymi þessu aldrei. Það bara svona segir heldur hvað þetta allt saman viðtækt, sko. Þegar ég var á fyrsta ári í lagadeild, þá man ég eftir því að við vorum 250 nýnemar eða eitthvað svoleiðis og þá var tími þar sem einn af þekktustu lagaprófessorum landsins bókstaflega nánast dansaði af gleði á sviðinu að segja okkur frá því að hugmyndin náttúruauðlindir í þjóðareign væri bara svona hlægileg fásinna, sko. Og þetta væri sem náttúrulega einhvern veginn lögtæknilega rétt, sko. Öll þjóðin getur ekki mætt fyrir héraðsdóm, sko. Og ég man og það var einhvern veginn þessu var haldið að manni og ég man eftir því að vera þarna tvítugur, sko, að tala við einhverja vinimanns eða eitthvað og apa þetta upp eftir, sko. Já, ég minna, bara færustu lögfræðingar í Íslandi segja þetta, bara auðlindir get ekki verið í þjóðareign og svo einhvern veginn liðið tíminn og maður komin út úr þessu kerfi og allt fyrir maður að hugsa við hvað var eiginlega verið að segja við mig þarna í lagadeild, sko. Hvað var raunverulega verið að segja? Það var bara svona einn saga sem að rifja upp, en ég held að það sé alveg rétt með vakninguna. Manni sýnist að það sé svona tvennt, það séu tvær leiðir til að breyta einhverju á Íslandi. Það annars ef breytingarnar eru þvingaðar upp á okkur frá útlöndum eða bara þegar fólk mætir á Austurvöll, sko. Það bara virðist vera það eina sem eini möguleiki til að hagga nokkrum sköpuðum hlut. Þannig að ég held að fyrir mitt leyti að það sé svona tíminn til þess að eiga sem mest af svona samtölum á svona vettvangi og bara reyna að efla meðvitund öll þessi mál og reyna að standa fyrir einhvers konar vakningu fyrir þessu, hvort sem það enda síðan með einhvers konar byltingu á Austurvelli eða hvað það en það eina leiðin sem ég sé ef þetta á ekki að fara eins og ég vona svo innilega að gera ekki, þetta bara endur mjög illa, sko. En það verður að gerast, sko. En ég sé það ekki jarðveginn fyrir það í hefðbundnum fjölmiðlum. Fyrst við vorum að tala áðan hvernig fjölmiðlar tala til fólks og hvaða umræðuefni þeir velja og öll þessi stóru mál sem þeir velja af einhverjum sökum að þegja hér bil allir með tölu, allir þessi stóru allavega og já, maður veltur þessu fyrir sér. Við verðum að láta þetta vera bara lokaorðin. Þetta er þáttur stóru spurningar stóru mál og þess vegna enginn að gera kröfur á okkur að við leysum þau. En við erum að þokast. Við erum að þokast í áttina því að finna einhvern veginn út hvað við getum gert til þess að úr þessari kreppu og áföllum sem við fáum í fangið komi gott samfélag, ekki enn verra. Því að það má ekki mikið versna. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna og spjalla við mig og leyfa öðru fólki að hlusta á hugsanir ykkar. Mikael Torfason, rithöfundur í Vín, Halldór Ármann Ásgeirsson, líka rithöfundur og pistlahöfundur á Rás 1, Oddný Harðardóttir, þingkona Samfylkingarinnar og Hekla Elsabeth Aðalsteinsdóttir sem
handritshöfundur og uppistandari. Ég hef séð hana skemmta sem uppistandari og hún ógeðslega fyndin. Herðu, en ég þakka hlustendur fyrir að eyða tíma í þetta og svo sjáumst við aftur annað kvöld. Þá verður fjölda áskorunar eiginlega endur ekki þáttur. Það koma sömu gestirnir og voru síðastliðinn miðvikudag. Heill her af feministum af öllum stærðum og gerðum og öllum aldri og ætla að tala kvenfrelsisbaráttu og þær samfélagsbreytingar sem við erum gangi í gegnum. Það verður fjör. Sjáumst á. Takk.